Komið sæl, ég ætla að fara aðeins yfir stöðu mála hérna í Hamraborginni. Eins og þið vitið þá stendur mikið til, mikla framkvæmdir og búið að eiga sér mikið niður í fér. Og ef við bara snúum okkur hérna strax að efninu, þá erum við stödd hérna í Hamraborginni og þið sjáið að hér er hún, þekkjum þetta öll, miðbær sem að í raun og veru kannski hefur aldrei fengið að njóta sín sem miðbær. Lítið hefur verið gert, en þetta liggur agalega vel hér að öllu. Hann er nálægur hér menningar, húsunum okkar, allir þjónustu og allt slíkt. En hér erum við komin hérna inn á það sem kallast Fannborgarreitur. Og hér eitt sinn voru 3 hús. Eitt af þeim mjög fornfrægt, svo kallað félagsheimili, stundu kallað bíó og var áður síðan ráðhús eða bæjarstjórnarsalur. En þetta er búið að rífa allt hér með miklum kostnaði, mikill fyrirhöfn og það er ekki allir sátti með þetta. En einhverjir sjá einhvern hagi þessu, en við skulum fara yfir í raun og veru nákvæmlega hvað er að fara að koma hingað í staðinn. Þá skulum við bara fara að hér er kaffihús sem heitir Teokaffi og flest ykkar vitið hvar hún er, eða það er hér fyrir framann, nákvæmlega hér. Við göngum bara á þennan stað. Þetta verður bara langt og gott vídeó, en það er cirka bát hérna, hér. Hér stöndum við á þeim stað sem að mun rísa nákvæmlega hérna 8 hæða blokk. 8 hæða blokk. Hér fyrir framann Teokaffi. Og þessi blokk auðvitað náttúrulega tegir sig hérna upp í heimilinn og fer yfir þetta trjágróður, þannig að það fer alveg örugglega í burtu, þurfi ekki að hafa ágjörð því. En síðan verður hér svokallað Mannísás, nema þið komist ekki hérna, það tekum við hérna síðan stigi og hér upp á annað plan. En þetta er ekki nóg að hafa þessa blokk hér, heldur göngum áfram. Hér kemur hún yfir allt saman. Ég verð að fara hérna framhjá og þá tekum við mikið steypuskrimsli hérna yfir og það fer sem sagt yfir, það fer hérna rampur yfir þennan inngang hér á Gjábakka og alla leið hingað langt inn á torg, af því að það þarf að fara í ákveðnum halla. Þetta er ævintýraleg, ég er ekki varla byrjaður. Og þessi rampur fer hérna upp á aðra hæð. Og hér verður þessi svakalega blokk hér, hún verður jafnhá þessari blokk hér sem við köllum Gjábakki eða Fannborg 8. Og þetta mun gnæfa hérna yfir. En hinn svokallaði Mannísás, hann mun fara hérna upp hennar ramp og liggja síðan í gegnum í hlykkjum meðfram Hamraborginni þetta og þar á að vera mannlíf. Það á að vera svo mikið mannlíf hana og að það mun aldrei annað mannlíf þrífast nema hér, samkvæmt þeim sem að hafa fenguð þessa hugmynd. Það höldum aðeins áfram. En hér, ef ég væri staddur hérna núna, þá væri ég bara í steypukjallara og allt hér undir, allt, þetta er horfið og þá skulum koma að rúsínunni í þessum pilsuenda hér, en við þurfum að stytta okkur hérna leið. Ég veit að mörg ykkar hafa ekki komið hérna, en þetta verður alltaf ævintýralegra og ævintýralegra, já, fyrir ekki við, labba hérna. Hér erum við komin að Andeyri, Gjábakka eða Fannborg 8.
hér anddyrið og þar sem við stöndum nú, það cirka bát þessi fjarlægð. Murrísa 15 hæða blokk, beintir upp. Alveg þarna, þar sem Mannlýshásin hingað yfir 15 hæðir og við heldum áfram. Hún stoppar ekki hérna. Þetta dágóður spottur, spotti. Hún nær hingað, cirka bát. Hingað. Sem sagt alla leið frá enda blokkarinnar þarna og hingað. Þetta því hér með stærri byggingum á landinu sem koma mun hér. Það í raun og veru ótrúlegt að þetta sé að verða veruleika, en það þó þannig. Og þetta mun allavegana taka alla morgunsól og jafnvel meira frá þessu fólki hér sem býr hér, komið á efri ár. Meðalaldurinn hér 88 ára og þau þurfa á næstu misserum að þola miklar sprengingar og höggbora hljóð. Svo mánuðarskipti að minnsta kosti 2 ef ekki 3 ár og síðan byggingar út af því. Þannig að það út af fyrir sig stórmál. Enn fremur sem að verktakinn þarf að gera breytingar innanhúss til þess að þeir geti tryggt í brunaflóttaleiðir fyrir þetta fólk á meðan það verið að byggja þetta. Það alveg ótrúlegt ef að einhver nágranni ykkar, ímyndu ykkur, væri að byggja bílskúr og eitthvað slíkt og hann fengi bara leyfi frá bænum að koma inn í þitt hús og breyta því. Breyta því, svo hann geti byggt húsið sitt. Þú þarft færð ekkert í staðinn, ekkert ónæði og þetta styður bærinn. Ég búinn að senda erindi til bæjarstjóra sem svarar engu þetta mál, hvort að þetta sé yfirleitt löglegt. Ég þrýt eftir því, en þetta ekki búið. Eftir þess að 15 hæða blokk hér þá þetta ekki búið. Á þessum reit sem hann nær hér fram af Traðarreit vestari koma 3 blokkir samtengdar með steypu og þetta allt saman blokkir sem á pari á hæð við Engihjallablokkirnar. Já, Engihjallablokkirnar sem töluvert stórar. En það eitt með þær að það bil á milli þeirra. En hér þær samtengdar með steypu. Það 3 svo háar blokkir hér og þá þessi hérna fremst. Og þessi blokkin hana við te og kaffi líka. Þannig að svona, ég veit að það erfitt að gera sér grein fyrir því nákvæmlega hvernig það lítur út, en til þess að setja þetta í samhengi þá Engihjalli gott viðmið. Þar ansi háar þær blokkir. En 15 hæða blokkin hér, hún miklu hærri heldur en þær. Nú við göngum hér áfram. Hér bílastæði sem að hreyfihamlaðir hafa aðgang að. Þau fara öll í burtu og það verður brotnar reglur á þeim varðandi aðgengismál. Það skiptir engu máli. Þetta bara svona, þetta bara viðgengst að það sé ekki farið eftir reglum og ekki farið eftir lögum. Nú hér væri við svo þið getið svona ímyndað ykkur þessa 15 hæða blokk. Hún 2-falt hærri þessi hvíta hér. Hérna bara upp í loftið. Og svo Engihjallablokkirnar hérna
bara ekki illa meint með ekki allar blokkinnar en svo þið áttu ykkur á þessu steypuferlíki sem kemur hér. Hér verður göngustígur hér og svo verður göngustígur þarna meðfram, svo kallar mannlýsás. Og þetta eiga að vera búðir hérna til þess að hérna það sé eitthvað fjör hérna. Veit ekki hvernig það mun ganga. Bílakjallari undir öllu. Þannig að hér erum við að nálgast hérna Traðveit vestur. Hér er hann, hér á að koma eftir að búið er að rífa þetta niður. Hér kemur risastór kassi og undir honum verður tvöfaldur bílakjallari. Þessi hús verður þetta rifin hérna og hér verður einhver stígur á milli. Þannig að hér verða þá 5 blokkir. Hér verður risastór kassi og hér verður bara mikið af fólki á tiltölulega litlu svæði. Og til hvers þarf slíka þéttingu? Mér er algjörlega fyrirmunað að vita út af hverju. En þetta virðist vera bara mjög vinsælt núna. Svo ég tali nú ekki nýleg samþykkt lög frá Alþingi varðandi sólarljós. Þau voru samþykkt núna í maí sem kveða á það að það er ekki leyfilegt að byggja svo hátt að aðrir íbúar missi sólarljósið. En ef við sjáum allar þessar íbúðir hér sem eru hér fyrir framan okkur, að þá verða þær allar hér þegar byggingarnar eru risnar hérna upp, allar með kjallarabirtu. Má nánast heita það. Þetta eru íbúðir sem núna snúa í suður og eru mjög vinsælar af íbúum að njóta sólarinnar, en þetta fer alveg allt saman. Og jafnvel hérna háa blokkin hér. Þannig að þetta er svona óhuggulegt og það er alveg svakalegt að við skulum ekki fá betri hugmyndir heldur en þetta. Þetta er sennilega ömurlegasta hugmynd sem nokkur hefur fengið í skipulagsmálum. Hér erum við að tala mestu þéttingu Íslandssögunnar og það bara virðist ekki vera neitt möguleiki á því að endurskoða þetta. Sérstaklega með tilliti til þess að nú eru 1000 íbúðir í Kópavogi tómar. Nýjar íbúðir sem eru hreinlega bara tómar. Sjáðu þið. En hér á að koma enn fleiri tómar íbúðir vantilega. Skiljiði. Ég veit að vera víst að verktakinn hérna, hann er tilbúinn til samninga við bæinn varðandi það að minnka byggingarmagnið. Því hann sér í hendi sér að þetta verða ekki mjög söluvænlegar byggingar eða íbúðir í þessari miklu þéttingu. En Kópavogsbær er ekki tilbúinn til að koma svo móts við hann. Því að auðvitað náttúrulega ef hann minnkar þetta helming, þá þarf hann að byggja einhvers staðar annars staðar. En þetta er möguleiki og þetta er staða sem er alveg uppi. En þá eigum við líka eftir að skoða hvað kærurnar hérna munu, hvort að þær munu gilda hér, aðgengismálin, og svo líka hérna varðandi mál þeirra íbúa sem þarna eru í Gjábakka og í Fannborg 8. Má hreinlega það að bara breyta íbúðum fólks og anddyri án þess að það fái möguleika á að samþykkja eitt eða neitt. Ég bíð bara eftir þessu svari bæjarstjóra. En þá er þetta. Hvað gætum við gert hérna í staðinn?
það blasir við ykkur, það er alveg ýmislegt. Staðan fyrir þessi ótrúlegu steypuskrímsli sem hefur komið hérna, þá gæti þetta verið svo fallegur staður fyrir miðbæ Kópavogs. Það gæti verið hérna Láreshús eða eitthvað slíkt. Mér hefur dottið í hug. Við erum með Kópavogsbæjar með bæjarskrifstofuna sínar á einu stað, bæjarstjórnarsalinn á öðru stað, velferðarsviðið eitthvað stöður upp í Kór og ýmsar stofnanir, eða svona skrifstofur. Þær kæmust allar hérna fyrir. Með smekklegum húsum hér. Við gætum bætt við veitingastöðum sem að sárlega vantar hérna í Kópavoginn. Þetta er mjög sólríkur staður hér, snýr í suður. Já, við höfum öll tækifæri heimsins núna, en við höfum ekki fólk á vaktinni sem skilur þessi tækifæri að fullu. Ég hef rætt við þetta fólk og þau eru ekki vel að sér hér í þessu máli. Ég efast að þau gæti sagt fyrir það hver og ein bygging ætti að vera. Hvað þær væri háar og hversu margir fermetrar og allt þetta. Það veit ég að þau viti ekki. En það skeytir það þessu fólki ekki neinu. Þannig að við erum að fá þetta í andlitið og því miður þá verður maður bara að sætta sig við þetta, en það er málið þetta að skipulagsmál eru þannig að þú skipuleggur til framtíðar. Svo situr uppi með það. Já, við þurfum að skera það. 20 ára ef ekki 100 og þá verður þetta steypuskrímsli hræðilegur minnisvarði þessa fólks sem að nennti, ég ætla bara að segja það, nennti ekki að kynna sér málið nægilega vel. Þannig að ég er bara dálítið skúffaður með þessa stöðumála. Eins og það heyri þá er ég frekar skúffaður maður. Það verður bara að hafa það. Lífið heldur áfram. En ásjóna bæjarins mun aldrei bíða þess bætur. Kannski eitt að lokum. Nú er ég staddur á svokölluðu sólatorgi eins og hönnuður hugmyndina kalla þetta. Og það er þar sem að þessi 15 turn á að vera. En hér er náttúrulega ekkert bílar, en á öllum kynningarritum er sýnt að hér eigi að vera krökkt af fólki tengt þessu mannlífsás. Fyrir framan blokkina eða á neðstu hæð þessari 15 hæða blokkar á að vera veitingastaður. Og hér eru vindar stundum slíkir að það verður engin veitingastaður sem sagt útiveitingastaður eins og það er kynnt. Hér á milli þessara blokka komin er 15 hæða blokk hér og þessi blokk það voru gerðar vindmælingar. Því að við vitum að þegar vindurinn geysist að þá eru svona háhýsi sem að beina vindinu niður og á milli húsa. Þannig að það verður svona ákveðið eðlisfræðilegt fyrirbæri sem að lyftir öllum þeim sem að þar eru á milli, lyftir þeim upp eins og flugulum. Þeir bara kalla Bernoulli lögmálið. Og það mun ríkja á milli þessara blokka og það voru gerðar 3 veðurskýrslur, 2 frá Íslandi og 1 frá Svíþjóð. Allar gáfu þær falleinkunn á þetta svæði hér og að sumri til kom í ljós að hæsti vindurinn sem að vindin hefði líka verið að sumri til í júní. Þar segja að þetta gæti þess að ef það hreyfir vind þá verður hér ekki stætt ef það kemur eitthvað gott dúllett rok. Við þekkjum það Íslendingar. En þetta er svona dæmið það hvað
hægt að gera ef þú ert einráður. Og til þess að hemja rokið þá ætla þau að gróðsetja tré. Og hér sjáum við jarðveginn, þetta er steypa. Og jú, það er hægt að vera með svona lítið tré í krukku eins og þannig er. En þetta gerir ekki neitt, þið vitið það. Þá á að vera svona einhver prik úr steypunni og upp. Og þetta eru bara smá prik. Og svo þurfa að vera svona, já, þetta er alltaf bara, ég nenni ekki að tala þetta er svo vitlaust. En þetta er það sem maður þarf að díla við, að reyna að rökræða við þetta fólk, en það kemur aldrei inn í þessu rökræði. En ef við höldum bara áfram að skoða hérna öll tækifæri sem bjóðast hérna, ef fólk nennir að skoða þau. En þið sjáu þetta torg hér. Það er bara hérna. Og getur náð hér upp. Hér getur verið ráðhús, hér getur verið veitingahús. Eitthvað. Það getur fólk verið hérna í sólinni. Því að hún kemur svo sannarlega alltaf hérna reglulega á hverju degi. Og hér getur verið ráðhús, hér getur verið tengdar byggingar bænum. Það getur verið svo margt. En hérna, ég læt þessu lokið núna. Ég er bara búinn að fá nóg af þessu. Sjá til. Kannski við hlöðum í einhver mótmæli. Það var nú gott að fólk myndi þá skrifa undir þau og minnsta kosti láta vita því að það er ekki allir sáttir með þetta. Verið sæl.